nú saman sem ein, því jólin þau sem okkur fær breytt. Fögnum nú þessari stund, því það jól. Gleðjumst nú saman sem ein, því jólin þau sem okkur fær breytt. Það held ég nú, ég fekk skammir hérna í síðustu viku fyrir að spila þetta lag með annan texta eftir vin okkar í Baggalút og sjálfsögum fikk ég skammir frá frömmurum sem að eignuðu sér þetta jólalag eiginlega áður en að Baggalúti gerði það. Ekki rétt muni hjá mig, Stefán Pálsson? Frammari. Jú, við höfum gert margt gott við framarar, svona sumar á tónlistarákvörðunum okkar hafa kannski verið misjafnar en náttúrulega í rauninni höfum við náttúrulega haft yfir að búa landsliðinu í tónlist. Já, þetta er jólalag fram. Já. Var og kannski ennþá. Þannig að áður en að Baggalúti starði. Ákvæmlega. Þannig að þetta við bara tökum það tilbaka. Það verður velkomin í Þjóðmál, Stefán. Takk. Og hér er líka káringurinn, Andrés Magnússon. Já, við erum svartir, við erum hvítir. Já, svartir á sálinni og hvítir á hörund. Já, eflaust. Já, ég veit ekki. Ég bara vitni þig, sko. Já, ok, takk. Herðu, bara velkominir, gaman að sjá okkur. Takk svo með. Velkomin í svona, já, þetta er síðasti þáttur Þjóðmála í mynd á þessu ári. Auðvitað ekki síðast þáttur Þjóðmála. Nei. Já, við sjáum hvernig það fer. Já, ok. Sjáum. Hvað er bara uppgerað á leiðinu? Hvað gerist þér í dag? Gaman að sjá okkur. Herðu, við ætlum að áður fyrir lengra, þá auðvitað minnum við á Þjóðmálastofuna, minnum fólk á að kíkja á þjóðmál.is, skrá sig í Þjóðmálastofuna, versla líka jólagjafirnar fyrir jólin, kíkja inn á netverslunum okkar, fá mér annars þessa bolla og að því að ég er í jólaskapi. Stefán, þú átt ekki svona bolla, en þú átt það núna. Já, loksis á ég þjóðmálabolla. Ég veit þú er búin að býða eftir þessu. Jú, þetta er mjög gott. Þannig að þetta er þetta kaupin á þjóðmál.is og þar sjáum við aðrar skemmtilegar vörur þar. Þú vilt ekki minna líka á áramótasprengina sem eru á seint fyrir fólk til þess að kaupa sig inn á? Jú, svo er áramótasprengja sem eru uppselt á 30. desember. En þeir sem er í þjóðmálastofinni fenguðu þetta forgang á hana og bara kláruðu miðana svo gott sem. Já, svo gott sem? Já. Var þetta ekki alveg búið? Já, svo bættum við stúku upp á svið og settum því almennsölu og það fór líka samdægus og... Þannig að þú ætlar ekki að bæta við öðru gigi daginn eftir? Nei, 31. Klukkan 8, 31. Það væri kannski hugmynd. Það er alltaf margir með einhverja jólatónleika og Ari Eldjárn með eitthvað uppistandum með jóla 9 og það er engin minn átt á gamlarskvöld. Það er kannski óplæður akkur. Já, ég það bara að taka þetta á beit, sko. Bara inn með 1 hól og svo bara næsta og næsta, sko. Svona Baggalúts, nálgunin. Við erum með þetta kannski klukkan 6 og annar klukkan 9 eða eitthvað sliðis. Já, ég veit. Djúvel heldur maður yrði... Já, mást það banna að blóta í... Afskaplega held ég að maður yrði eitthvað framláðu daginn eftir. Já, það er smá kistla. Við ætluðum að, við vorum bara að lofa því að við myndum draga hér út 2 heppna sem fengju miða á þessa áramótasprengju. Það er að segja nýjir áskrifundur á YouTube á Þjóðmála. Við ætlum að gera hérna sérstætt myndband eftir þáttinn þar sem við drögum þá út og veitum þá 2 góða miða. En hafðirðu hugsað þér að hella þessu glös? Já, það var svona mitt næsta verkefni. Þannig að þú verður viðræða hefur. Styrmir í kampansvílarinn, hann sendi okkur þetta góða vín hérna, franska vín, rauðvín, sem er árgangur 2019. Við tökum sér á því. Frá Burgundi. Þá er náttúrulega 30 ár, 2019, þá eru 30 ár liðin frá falli Berlínarmúrsins. Já. Það ekki? Jú, þú ert skarpur. Já. Reiknast þetta rétt til. Og hvað liður mörg ár þá til að múrin hóf göngu sinna? Málfundafélag ungra rótaklinga, ég veit ekki hvað er verið að dilga hér en nei, við hoppuðum á hérna... Maður verður að nutta mönnum aðeins upp úr þessu. Hoppuðum á pólitíska vefritavagnin og meðan að það var aðalmálið, svo kom hérna... moggin og bara eyðilaði þennan vettvang með mokkablogginu og hleypti hvaða fábjánar sem var í loftið með skoðanir sínar. Og þú tala um mig og Gíslafrey. Já. Nokkuð nei, þetta það var skemmtilegu tími, hérna vefritatíminn, sko. Já, ég meina, ég las múrin hérna mikill athygli hérna og alveg til lagna að sjá hérna hvað þið kommunistarnir voru að hugsa og hvernig þið ætlaði að brugga okkur borgarastéttinni launráð. Já, þetta var allt mjög athyglisvert. Já, svo var þetta allt saman... Sumt var príðilega að skrifa, ég verið að hrósa fyrir það. Já, yfirleitt príðilega að skrifa.
Þetta var, já, og hérna Ég ætlaði bara að minna á það að kaupa þetta á VF Kampæðarsfélagsins, þetta ágæta vín þetta sko. Við erum að tala um múrin Já, nei, við skulum leifum mannum að klára kostun og skrum og svona Liggur þú hér marflatu fyrir kapitalism Hvað í gangi? Já, og veitingar hér frá góðar veitingar frá kjötkompaninu, þau sendu ykkur þetta jólaveitingar, þar eru þetta að kaupa sér eitthvað fyrir jólin líka, jól og áramót og ég fekk að staðfest að það er nóg að panta verðindasteikina háti daginn árum allar fá hana, þannig að þeir sem þetta panta myndi jól nýjás steik fyrir gamlarskvöld þeir hafa smá tíma til þess. Eru þessar nætur Sankti Georgs Nuits Saint-Georges þetta er algjört lostætti Já Styrmir vitarlega hvað hann er að bjóða mönnum Þetta er alveg frábært sko. Já þannig að velkomnir, ef ekki bara skála skál í búðinu Skál. Aftur, gaman að sjá okkur Hvernig er staðan í þinginu, byrjum að einu áður, bara áður fyrir að tala um pólitíkina samt smá pólitík við sáum að vinnur okkar í framstónótum þeir voru að halda upp afmæli í vikunni Já, það var stóra afmæli Kíkja að mynda því hvað framstónótum okkar var 109 ára Já fengur sér köku og ekki bara óskaði þeim til hamingju Jú, þetta er bara sjálfsagt Já, elsti stjórnmálaflokkur landsins eða ekki Já með alla sína 5 þingmenn Já, ég meina það Ég ætla ekki að hlæja að fimmanna þingflokkum sko Nei Stiltur með það sko Þetta var ekki sagt í háði sko Nei Svo að kunna að hljóma þannig Það er bara í pólitíkinni gengur upp og ofanskili stundum er það því að einhvern veginn hugsunarnar hafa þinnst of mikið út og stundum er það bara eitthvað dagsform og ég heldur að framsóknarflokkurinn hafi svolítið mist erindið sitt og þeir voru líka bara pólitískt óhefnir eins og held að eigi reyndar líka við vinstri græna að sínu liti ég held að þeirra reyndar hugmyndafræðilega upplegg hafi orðið mjög veikt og klúðrið í síðustu ríkisstjórn sem var nú ekki bara þeim að kenna þeirra hafi goldið svolítið fyrir það en hvort þeir náðu ykkur á strik aftur Það kemur síðan í ljós en bara með framsóknarflokkin ég held ég hefði aldrei séð svona mann bugast jafn mikið við að ná kjöri og Sigurður Ingi þegar að sem sagt þegar hann lættist inn stemmum morgunin rann upp fyrir honum að fyrsta lagi væri hann ekki sloppinn og Willum væri dottinn út og flokkurinn hans væri þar með sko fulltrúa laus á höfuðborgarsvæðinu þannig að já, þetta er eiginlega svona orðabókaskilgreiningin á Pyrrhósasigri hann var bara annarkvort er hann besti leikari í heimi að hann var bara raunverulega mættur við þær fréttir að hann væri alltaf í norðin þingmaður ég held að hann hafi verið mættur vegna þess að hann sá náttúrulega hvert stemdi og valið stóð þarna svolítið á milli þess hvort að hann yrði inni eða Willum og hefði hann farið út að þá hefði hann bara getað tekið ábyrgð á því hvernig fór í kosningunum en flokkurinn hefði þarna augljósan framtíð að leiðtoga inn á þingi og máli leist hann læstur inn í einhvern veginn hann var það svolítið og ég veit að þetta vest fyrir sko mörgum framsóknarmönnum vegna þess að Lilja Alfreðsdóttir að hún hefur að sjálfsögðu áhuga á að leiða flokkinu, það er nú erfitt að gera það utan þings. Það er alveg afskaplega vond staða að leiða flokk utan þings sem að hefur enga svona raunhæfa möguleika á að sprengja sig inn í ríkisstjórn því þú getur alltaf orðið þá utan þings ráðherra og svo sem í það að veðja á það að efnt veri til skyndi kosninga, það er líka heldur langsótt, það er mjög erfitt þegar þú hefur ekkert plattform að alltaf taka 3 ári það. En sko, 3 ára bleið mjög langur tími þess að bið sko. Þau eru það, bara mjög. Sko, en ég er að veltaði fyrir mér að því að nú eru sveitarstjórnarkosningar á næsta viti og framsóknarflokk má eflaust eftir að ganga ágætla í ýmsum sveitarfélögum hvað það varar og það verður svolítið gampul hvað gerist í Reykjavík og eitthvað svona. En það fer einhvern veginn. Þeir velja sér svo nýjan formann. Sko, kannski það verður Lilja, menn eru ennþá svolítið að tala Willum sem ég held að sé nú flóki mál bara í ljósi þess að hann er forsti í ISI eða getur kannski forsti í ISI verið formað stjórnmálaflokks meðan hann er ekki inn á þingi og bissið þar?
Það svo sem ekkert algjörlega útilokað. Það hafa verið pólitíkusar áður. Aftur verð ég líka að segja að hérna meira að segja fyrir kosningarnar að þá svona leit viljum alltaf bara út fyrir að vera svona pólitíkur sem að væri nú kannski bara svona dátti búin að klára sinn feril og væri nú svona heldur á útleið sko það að hann ætli að fara að svona af einhverju meðvirkni sambandi við flokkinn sinn að láta draga sig í formannskjör til þess einmitt að fara þá að taka slæginn og reyna að vinna kosningar eftir 3 ár þegar að, hvað verður hann 67 ára þá ég á bátt með að segja það gerast. Já, þessar tímasetningar eru svolítið erfiðar sko. Ef hann vissi að það eru kosningar eftir ár gengdi þessu sko öðru við segja en þetta er svolítið erfið sko. Ég sé í hvað stefnir í þess að þetta því ég ætlaði bara rétt að óska framsókn til hamingju Nei, verð þú út í þennan. Ég hef búið með hálftíma umræðum og það er bara minnum á það sem að Jónas var hriflu saði mér. Það var enda, ég var að lesa bók, ég var með Ásgeir Jónsson í viðtali í síðasta þætti, þar sem ég var að lesa bókina síðasta formannin, það er nú heldur betur hluti að sögu Framsóknarflokksins rakin, þegar Hermann Jónasson skoraði Tryggva Þórsson á Hólum í Strandarsýslu, þannig að ef við förum ekki að reka það aftur hér, bara hveti fólk til að lesa bókina. En svona að þessi koma á þann, hvernig er staðan í þinginu? Við erum að taka upp hér á 50 degi, það geti verið að þingi klárist bara í dag. Það getur verið að klára það í dag og var þið búið þegar þess þáttu kemur út? Mögulega, ég meina það er ýmislegt sem bendir þess að það bara geti gerst, það eru samningar og þeir hafa haldið enn sem komið það hafa komið upp einhverjum hnökrar það eru slett úr þeim jafnóðum, það eru eins og það er ýmis erfið mála og ég heyri á skoðlega með stjórnarandsstöðu þingum að það eru summál ríkisstjórnarinnar sem þeir vilja bara klárist og segja, heyrðu, svo geta þeir brunnið inni með þau mál, verða maður góðu. Já, það er alltaf, sko, ég tók eftir einu núna í vikunni, umræðum, sko, þeir sem fylgjast með pólitík þekki þetta, það er umræðan fjárlög í desember, klárast yfirleitt rétt fyrir jól, stundum fyrir jól 9 ás, eftir hvernig það er, svo koma þessi bandormar, sem Þórður Pálsson kallaði njálkennundaginn, gæti orðið njálkur, en þessi bandormar eru auðvitað bara komið í kjölfarið af fjárlögum, þannig að hlustundur áttis á því að til að breyta alls konar lögum sem snúa aðalega skattamálum. Punktur sem ég ætla að koma að var sá að ég tók eftir því í vikunni að það var umræða það hversu mikil umræða var í þessu stað bandormuna. Það fekk reyni í taugarnar á samfélkingunum og stjórnarmeirihlutanum og RÚV pikkaði þetta upp. En það gleymist kannski í þessar umræðu það að bandormurinn í ár er óvinni langur. Það er óvinni margir þættir þar undir. Mér fannst dótturlega sem kalla kannski á meir umræðu, ég veit það ekki. Mér fannst þetta mikið fjass og mér geta reynda að skoða þetta inn á VF Alþingis. Það er tekið saman hvað menn er að verja miklum tíma í þessa fjárlagaumræðu og bandormurinn og allt þetta. Það er bara, menn geta horta það hvernig það er ár frá ári. Það rokkar mjög mikið eftir árum. Það er bara svolítið mismunandi eftir hvað menn er með inni, hvort menn hafa þurft að takast á við einhver sérstakt mál. Ég fæ ekki sé að þetta sé eitthvað einkennilega núna miðað við það hvað fjárlögin komið rosalega sent fram. Nei, og mínútutalning í ræðum í einstökum málum er alltaf villandi vegna þess að það getur bara hreinlega ráðið því hvaða samningaviðræður eru að eiga sér stað í hliðarherbergjum, hvort að menn tali lengur eða skemur hitt eða þetta. En ég held hins vegar að svo sem stjórnarmeirihlutin er búin að sjá það að það er bara áráðslega gott fyrir hann að saka stjórnarandstöðuna meira heldur en minna málþóf. Þannig að málþófskortið er dregið fram og maður sér einhverjar samfélagsmiðla vangaveltur það að nú séu þessir vonlausu stjórnarandstæðingar komnir í málþóf meðan allir eru þá bara í fyrstu eða annarri ræðu. Þannig ég veit ekki hvort ég að lesa mikið í það. Þetta virkar samt í áróðurum. Já, en þetta er náttúrulega alltaf bara, þetta er sama leikritið. Þetta eru frekar tíðinda lítil þinglokk í rauninni. En ég er ekki vissum að þetta sé alveg rétt hjá ykkur með það að þetta dugi eitthvað vel í áróður. Maður hefur alveg heyrt þetta stef að þetta hræðilega mál þó að það sé svona hinsegin og stjórnarliðar þeir lágu miðflokknum mjög á hálsi fyrir að hafa tekið þetta bæði bókun 35 og síðan viðgjöldunum og einhver fleiru
og þeir hamruðu sérstaklega Sjálfstæðisflokknum fyrir að taka þátt í þessum málþófi veiðigjöldin. Þráttur að Sjálfstæðisflokkurinn hafi réttilega sagt að sko, hvað annað getum við gert. En maður fann það alveg inn í þingi í sumar að þetta kom við kaunin á sömu Sjálfstæðismönnum, að þeir væru sakaðir málþóf og svona og maður heyrði það svolítið á hinu nýja formannarflokksins og nýjum þingflokksformanni að þeim sárnaði þetta og vildu einhvern veginn reka sér það sliður orð. En svo ef þú bara lítur á skoðanakannanirnar, miðflokkurinn sem bara er sko sérfræðingur í málþófi, galt hann þess eitthvað? Síður en svo. Við gerum það ekki, en ég meina það líka svo sem skiljanlegt að stjórnarflokkarnir vilji ná að halda þið fram að það sé verið að þvælast fyrir þingstörfum vegna þess að það er ekkit rosalega mikið að klárast. Og sem gera það í rauninni enn merkilegra að við erum með ríkisstjórn sem að leggur sko mjög mikla áherslu á það hvað hún sé framkvæmdarsöm og verkstjórn og afkastasöm sem að tekur á sig þær myndir að þetta er stjórn sem er alveg óðbóðslega dugleg við það að stytta alla umsagnarfresti bara niður í ekki neitt mjög merkilegt að þessi samgönguáætlun sem var náttúrulega algjört pólitískt jarðsprengjusvæði að það var ekki farið með hann í samráðsgátt til dæmis og gott og vel ef að ástæðan fyrir þessu og þessu svona mikla viljaleysi til þess að fara í samráðum nokkuð hlut væri vegna þess að það þurfa að keyra hlutina hratt og örugglega í gegn, þá er þetta að leggja það til hliðar. En samgönguáætlunin eftir allt saman er síðan lögð fram, það er ekki einu sinni búið að mæla fyrir henni núna fyrir þinglok og verður ekki gert. Við höfum annað mál sem var sér það líka að þessi mikla einhugur ríkisstjórninni, þar sem allir eru svo hamingjusamir saman og syngjandi við ekki hvað, að þessi samgönguáætlun sem var fyrirsjáanlega mikið vandamál og jarðsprengjusvæði eins og þú segir, að það var ekki einu sinni búið að upplýsa samherjana það nákvæmlega hvað er í pakkanum. Þannig að það voru viðreisnarmenn fyrir austan sem að sáu fram á bara að þeir getur pakkað saman eða þeir mælti ekki á móti þessu. Maður heyrði í samfélgingafólki sem var svona freka dræmt þetta allt saman. Þannig að þetta er erfiðara heldur en það þyrfti að vera. Já, einmitt og ég meina og það lá svo mikið á að ráðherrann hafði ekki tíma til þess að lesa einhverja skýrslur sem hann hefði samt pantað sjálfur. Er hann þó hraðlæsari menntamálaráðherra heldur en menntamálaráðherra í leyfi? Það er vissulega rétt. Talandi þann ráðherra eitt sem að ég hef ekki heyrt nokkurn mann vekja athygli á í tengslum við þessi þingloka að Eyjólfur Ármannsson fór nú fram fyrir á kjörtímabilinu og boðaði það að hann ætlaði sko ekki bara að lögþvinga fram sameiningu sveitarfélaga heldur ætlaði hann að gera það fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar og brennur inni með málið og það er ekki komið fram fyrir jól og þar með það bara fallið á tíma ef að það er ekki að draga það fram í 15. janúar og varpa allir öndinni léttar. Já, ég meina, herregúð sko, en þetta er bara þetta var svo eins og þetta er svo merkilegt, ég meina því hann býr alveg til þessa pressu, það var enginn sem hafði væntingar til þess að nýr ráðherra sveitarstjórnarmála myndi sko koma fram einhverri stærstu sveitarfélaga sameiningu síðustu áratuga með valdi og klára það fyrir kosningar að vori en það er bara pressa sem að setja algjörlega á sjálfan sig og rennur glæsilega á rassinn með það, þannig að það er þá kannski bara ágætt að geta látið það til liggja, það sé bara einhver þversum stjórnarandstaða sem sé að halda einhverjum umferðargjaldsmálum í gíslingu eða annað slíkt. En sko, ég meina þarf þessi ríkisstjórn einhverja stjórnarandstöðu með trúðulegstuna þarna innanborðs vegna þess að það eru bara sífellt einhver svona furðumál og vandamál að koma upp meira og minna á vaktinni hjá flokki fólksins svo er sko mæta hinnir og reyna einhvern veginn að slökkva eldana og það er bara ekkert að segja og það er alveg feikilegu samhör og bara við stöndum svo með henni Ingu að þið trúið ekki og við trúðum þið ekki. Já, standa með allir saman mér hefur fundist til dæmis í þessum ævintýralegu
þess að æfintýralegu loka daga menntamálaráðherra í embætti vegna þess að ég held að það reikni allir með því að áramótin verði bara tilkynnt það að það verði skipt menntamálaráðherra að læknisráði. Jú. Þá sá maður það einmitt að samfylkingar fólk og þeirra fótgönguliðar að þeim brann blóði til skyldunar til þess að blanda sér í slægin á meðan það sást bara undir iljarnar hjá viðreisnarfólki. Það ætla ekki að taka minnstu ábyrgð á því sem að kæmi úr þessum ranni. Men maður heyri þá á þinginu þegar þessi umræða var sérstaklega eftir þessi skólameistari í Borgarskóla var látið fara daginn eða tilkynntu það að staðan sér auglýst að maður sá bara að viðreisnarfólki tók sveig fram hjá púltinu á Alþingi, ætlaði ekki að taka þátt þessu umræðu. Það var engin tilhöfnum vegna þess að í umræðuhópum viðreisnarfólks mér sagt, ég ekki þar, en að þar bara var allt brjálað, bara þú veist hvaða rugl í gangi hérna, bara þú veist öll stjórnsýsla hérna látin víkja, það bara vinsat skólameistari sem að hér allt í einu hérna látin finna fyrir því út af að því virðist og öllum virðist út af einhverju hefninginni Ingu Sæland og bara við getum ekki látið þetta spyrjast út okkur og það var þungað eftir fólk innan flokksins sem var bara krefjast þess að þingmennirnir fari bara á móti þessu, bara að stoppa þetta. Það var nú ekki í nafni starfsfriðarinnar stjórnarinnar. Nei, og í skaðaminkunar aðgerðunum hjá hérna að hálfu ráðuneytisins að þá var bara ákveðið að reyna að bæta þetta með því að losa sig að losa sig við annan skólameistara vel þokkaðan skólamann í Múlabyggð sama dag og ríkisstjórnin sparkaði í nýrun á sveitarfélaginu með samgönguáætlun. Hins vegar bara gott úr því að ég nú komin hérna í vinsalan og miðil sem nýtur mikils áhors. Ég nefnilega setti samfélagsmiðla status eftir þetta furðulega skólameistara mál, þar sem að ég svona lagði út af því hvað mér þætti það sérkennilegt að bara allir fótgönguliðar samfylkingarinnar einhvern veginn að þeim er inn í blóði til skyldunar að fara og taka skellin fyrir þetta fyrir þetta fáránlega mál á sama tíma í mitt og bara viðreisna fólk segði þetta er ekki okkar klandur og ég fekk í kjölfarið bara skilaboð bara beint úr innsta kjarna samfylkingarinnar þar snemma á laugardagsmorgni þar sem að var bara áréttað við mig að þetta væri ekki Þetta væri ekki samantekinn vitleysisgangur, heldur væri þetta sjálfsbrottin vitleysisgangur og samfylkingamönnum sem er miklu skárra. Já, það væri bara mjög mikilvægt að halda í dag og ég hef náttúrulega engar forsendur til þess að rengja það, þannig að bara svo að það hefur þá verið Ég skal rengja það vegna að ég sá bæði á þræðinu á þér og víðar á Facebook. Það var fólk sem að veita inn á þessum þráðum samfylkingafólk. Það var að fara í sömu málin, sama nýðið, sama rógin þennan skólamann orðrétt. Já. Þetta var bara copy-paste árás og það er það sem manni finnst algjörlega furðulegt. Þetta gerist ýmislegt í pólitík, skiljiði. Og menn eru vanir árásum, pólitískum árásum á pólitíkusa. Þarna var bara, saklaus vegfarandi. Já, það var eiginlega það sem, ég var búin að sjá þennan status og langaði að spyrja út í það, Stefán, og ykkur báða, því að, þetta við erum alltaf bara að fylgjast með pólitík það lengi að við vitum að það er svo sem þannig sé allir eftir í árásum á milli stjórnmálamanna. En þetta er svona, þetta er gefin út boðum það að ráðast á ef að segja gæslepa óbreyttan borgara. Eða hvað? Er skólameistari framhaldsskóla óbreyttan borgara? Nei, ég meni gefin út boð eða hvernig það sem gerist. Það sem var líka svo merkilegt er með heldingum þræði. Þarna var allt í einu opinbera línan var orðin sú að það væri gjörsamlega fráleitt að þetta beindist af þessum tiltekna skólameistara og þetta hefði verið bara fullkomin tilviljun og þetta hengi saman við einhverjar skipulagsbreytingar og að því að menn ætluðu að samþykja hér einhver nýtt kerfi í framhaldsskólamálum þá væri algjörlega nauðsynlegt að auglýsa allar þessar stöður. Það var nú aldrei útskýrt hvernig ósköpunum stæði á því. En á sama tíma, og það átti að vera opinbera línan, þetta væri ekkert persónulegt,
að þá gátu diggir kratar ekki stilt sig það að segja auk þess sem að hann algjört óbermi og sjálfstæðsmaður og hræðilegur sjálfstæðsmaður gert þetta við þennan og átt að vera með eitthvað púsluspil á víðavangi með skopmynd úr mokkanum í tengslum við skómáli mikla og þar fram til göttum. Þetta rosalega lélegt. Þetta alveg ferlega dapurt og til merks algjörlega óþarfa taugaveiklun. Og enn eitt svona dæmið það einmitt þegar að það eru viðbrögðin. Það eru viðbrögðin sem eru miklu skaðlegri heldur en uppákoman sjálf. Og ég meina, hvað það annað heldur en til marks taugaveiklun þegar að það berast fréttir af innhringingum í spjallþætti á útvarpsstöðvunum þar sem sé nú verið einmitt að Þú veist að vístu þess þegar Heimir Már Pétursson hringdi í Bylgjuna á miðvikudagsmorgun til að leiðrétta umræðu sem þar var í gangi stór ríkisstjórnarinnar. Ekki það að ég þurfi kannski endilega að halda áfram að þjarma Heimir Már Péturssoni á opinberum vettvangi. Nó er nú alveg samt. En ég meina, eins og maður segir, þegar Heimir Már dregið fram, þá veit maður að það krísa. Já, eða að minnst það verður krísa. Já. En þetta mál var allt einhvern veginn svo óviðski á loftið fyrir jólin í pólitíkinni. Já, þetta var allt svo sturlað ég var nú að nefna það hvernig að hann hefur tekin fyrir á félagsmiðlum skólameistarinn fyrir það að vera sjálfstæðismaður og handbendi Illuga Gunnarssonar og ég veit ekki hvað og hvað. Stefán veit hvað að fara vegna að þessi skólameistari, hann var eins og bara í framboði fyrir ég trúi ekki, Vinstri grænar Já, og í og það á Sauðárkróki og þú ert einhver annað framsóknarmaður í Skagafirði, þá hefur það sterk pólitísk bein. En hins vegar þannig að minni á það að Illugi Gunnarsson, hann byrjaði náttúrulega síðan pólitík í æskurisfylkingu Alþýðubandalagsins, þannig að hvað veit maður? Hvað veit maður? Þetta getur allt verið einhvern veginn. Nei, en síðan En maður heyrir að Heimir Már mikið í þinghúsinu? Í dag, hann sést hann ekki, en þannig að eitthvað í gangi. En það svo skrítið, þú veist, í þessum máli að það var að búa til einhverja hluti og forsætisráðherra kom í þingið og sagðist að vita hvað til stæði áður en þetta gerist en síðan mótmælur daginn eftir að hún hafi nú verið að eiga við eitthvað annað. Maður spyr sjálf sig, bíddu, það í alvöru svo? Þetta allt svona faglegt og bara allt eftir einhverju bók að það sé verið að láta forsætisráðherra vita að það standi til að láta auglýsa stöðu einhver skólameistara í Grafarvogi. Já, sérstaklega ef það hangir á spýtunni að þetta sé bara eitthvað nýtt svona rútínubundið verklag sem að fylgi sakleysislegum kerfisbreytingum. Reyndar ekki gert 4 dögum áður en gerist þarna og síðan kemur ráðherrann óvant út af spítala í örskotsstund til að rétta hlutsinn og segir þá, ég þannig ekki, hann bara sá fyrsti og þá hugsaði mér, það aftökulisti í gangi. Þannig að þá komið að skólameistarum með Egilsstöðum og svo framvegis og allt þetta sagt vegna þess að það standi til að breyta öllu í kringum framhaldsskólana. Að vísur ekki alveg útskýrt hvað, en aðstofamaðurinn Ágúst Ólafur Ágústsson, hann útskýrir að það sé vegna þess að það mun skapa svo mikil óvissa og maður svona, það skapast óvissa. Þeim tókst nú að skapa óvissa. Já, það var best að reka alla, eða einhverja og svo framvegis. Svo kemur fram í þinginu örfáum dögum síðar, það er verið að spyrjast fyrir þessar miklu fyrirætlanir og kemur ljós að það er bara ekkert ákveðið það. Hvort eða hvað að gera? Nei, þetta virðist vera einhver svona undirliggjandi hugmynd það að þú búið til einhvert svona milli stjórnsýslustig sem að svona þýðir að þú ætlar að flytja fjármálastjórana frá hverjum framhaldsskóla inn í ráðuneytið eða einhverja undirstofnun ráðuneytisins reikna ég með. Náttúrulega glæsileg byrjun á því að menn ætla að fara í einhverjar skipulagsbreytingar á framhaldsskólakerfinu að æsa upp alla skólameistarana á einu bretti. Undirliggjandi hins vegar það að það bara, eins og kemur fram í ríkisfjármálaáætlun, að það eru bara miklar sparnaðarhugmyndir. Ég meina, ríkisstjórnin sér fyrir sér að spara í framhaldsskólakerfinu og ég meina, hún að spara í háskólakerfinu. Það bara töluverður niðurskurður á þessum sviðum og einhvern veginn þarf að ná fram þeim pening og það verður ekki vandræðalaust.
Nei, þá losar þau mitt við þá millistöndum sem best þekka til. Já, En þið nefnduð mögulega áramót, haldið þið að ef að byrja Epic Bet við okkur að setja stöður á það, hvort að Guðmundur Ingi verði áfram ráðherra? ég myndi bara borga það út strax sko, í þeirra skórum sko, eins og er stundum gert. En hver getur ekki við? Er Ástaldur Lóa komið tilbaka? Þetta Ásta Lóa komið bara Já, ég held komið tilbaka að hérna fólk hafi einhvern veginn já, bara metið það sem svo að þessi rússibannareið, þetta við skulum ekkert pakka því í neitt glæsilega búning. Guðmundur Ingi var aldrei að valda því að verða ráðherra í þessum málaflokk. Það vita það allir. Já, og bara frá því að hann fór inn á þing hefur hann haft afskaplega þröngt áhugasvið og aldrei rætt eitt eða neitt sem að tengdist þessu fagráðuneyti og var bara alltaf eins og dádýr í ljósunum. Og ég held að svona sérstaklega líka vegna þessa að ég meina þessi ákvörðun brotthvarf Ástaldur Lóu var bara tekin í mjög miklum flýti. Já, í hálfgerðu paniki. Hálfgerðu paniki og ég held að... Af Kristrúnu og Þorgeiri Katrín. Já, ég meina því var alveg fullkomlega bara lýst yfir á sínum tíma. Ég meina það kom fram að hún hefði fundað með forystu konunum 3 og niðurstaða þess samtals hefði verið það að hún hyrfi á braut. Þannig að sú ákvörðun lá fyrir áður heldur en téður fréttatími Ríkisútvarpsins fór í loftið. Svo fórum menn að endurskrifa söguna bara strax nokkrum sólarhringum síðar á þann veg að það hafi verið sérlega andstyggileg og ónákvæm og frétt frá RÚV sem að hafi bara sabotera pólitískan feril ráðherrans. Það er bara ekki rétt. Afsögnin lá fyrir áður heldur en að nokkur maður hafi séð fréttina. Þannig að sennilega bara metaðu það sé hægt að spóla þarna tilbaka og menn hugsi þá, já, við erum þó allavega ekki með gamla lestarslýsið aftur í ráðherrastólnum. Nei, það snýst líka það að Inga Sæland á þennan flokk. Já. Og hún sko á budduna á flokknum líka og bara það er ekki þetta að horfa fram í því þegar menn eru að hugsa hennar flokk að hafa það allt í huga sko. En ástæðan fyrir því að þegar hún velur Guðmund Inga til að taka við að Ástaldur Lóu er það að hún treystir honum 100% til að gera nákvæmlega það sem hún vill og annað ekki. Hún treysti ekki Ragnari Þór til þess. Hún treysti greinilega Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur ekki til þess heldur. Þráttur að sko sennilega sé engin þingmaður bara nokkru sinni betur beinlínis menntaður til þess að sinna þessu tiltekna ráðuneyti. Þú veist, hvort að menn eru saman í pólitík og það er síðan önnur saga. En ég hefði reyndar bara hreinlega valið mína gömlu flokksystur Lilju Rafni bara vegna þess að hún hefur bara pólitísk, já, fyrir utan það og vegna þess að hún er bara hefur bara pólitíska reynslu sem skiptir máli sem skiptir máli á þessum tíma þegar að sko amatörismi virðist vera talin dyggð í pólitík. Sem er rétt. Herðu, ég ætlaði svona, já, einn móla eftir reyndar talandi móla. Já, herðu. Varandi pólitíkin í dag. Má ekki bjóða okkur konfett? Jú, má ég bjóða konfett í bóði HBN? Ég segi bara afsækja þetta lítiræði hérna. Bara lífið er eins og konfettkassi. Já. Það er að koma jól, allir að kaupa sér konfett, kjöt og vín og sko þið nefndu þetta áróður á þann og svona það sem er sagt, þú veist, maður hefur svona fylgst aðeins með því síðustu mánuði, þú veist, hvernig svona sko átökir milli stjórn og stjórnarandstöðu eða stjórnar meirihluta og stjórnar minnihluta, hvernig sem orða það snýst þetta mikið áróður og stundum upplýsingaflæði, jafnvel vitlandi upplýsingaflæði. Við sjáum að óreiðu, vildur þú sagt það? Já, ég meina, þú veist, það er kannski í því líka spurningi svolítið, sko, þú veist, hvað er upplýsingaóreið og hvað ekki, hvað er að því að sko meirihlutin talar eins og fyrirhundi ríkisstjórn hafi skil hér allt eftir í kalda kóli. Ríkisfjármálin í miklum ólastri, innviðinir ónýtir, heilbrigðiskerfi í mólum, þið þekkið þessu umræðu.
Já, en ég meina, þetta ekki fyrsta ríkisstjórnin sem gerir það. Allar ríkisstjórnin gera það. taka við ömurlegu búið, þeir bara trúi ekki í hvaða vandræðum við lendum í þurfum að taka við og þessin þetta allt frekar að ganga erfilega hjá okkur. Já, við sjáum en þetta verður frábært kostingar. Davíð Oddsson stofnaði fortíðar vanda nefnd sem er besta nafn á nefnd sem að fram hefur komið. Já, og einmitt mjög gott. Bara skilgreint hvað var hinum að kenna. Já, og þetta reyndar, ég held að hjá samfélkingunni... Þetta er eitthvað fyrir gripinni, sko. Þetta er eitthvað samfélkingin talar og þetta er aðra samfélkingin en við erum slíka. Nú sé búið að taka, nú sé menn búinir að ná tökum á ríkisfjármunum. Það er verið að byggja hjúkrunarheimili, það er verið að leggja vegi. Sko, ég held að þessi sérstakt vandamál þessar ríkisstjórnar er það að hún er með einhverja spunalækna á sínum snærum. Og ekkert fyrsta ríkisstjórnin í því, ekkert fyrsti stjórnmálaflokkurinn í því. En manni sýnist að þau sé að elta spunan að það spunin einhvern veginn ráði ferðinni þið munið hvernig en er spunin ekki að virka fyrir þau? Hann hefur gert það að nokkru leyti þið munið þegar það var ekki búið að mynda ríkisstjórnina þegar það var að fara að tala valkyrjustjórnina og svo var haldið áfram eftir að búið að myndina þá var þetta verkstjórnin og ég held að það var hlaupi á sig þegar það var að fara að hlæja þeim fyrir sleggjuna og spyrja hvað er sleggjan og eitthvað svona. Verðum þetta sköpun höstu og fólk sagði, hér er bara það er að kveikna eldar og við erum ekki að halda því fram að þetta sé endilega ykkur að kenna en verðmæta sköpunar höstu er þetta nú ekki. Já. En þetta er sérst ekki nýtt í pólitíkinni? Nei, þetta er ekki nýtt í pólitíkinni, það er eins og pingu fyndið að hugsa til því að segja mitt að þykir sérstaklega hlálegt að Donald Trump sé bara með Sleepy Joe og Crook Joe á heilanum og maður sér í öllum umfjöllunum og í pressunni er þetta bara hvað er þetta velta þér upp úr því? Það eru 11 mánuðir frá því að Joe Biden hætti að vera forseti og þá fyrir maður að býta hverjir eru líka búin að vera í 11 mánuði við völd, þannig að hins vegar má náttúrulega líka segja það að við erum samt sem áður búin að vera með þessi ríkisstjórn en náttúrulega búin að vera að vinna með fjárlög frá fyrri ríkisstjórn þannig að núna bara eftir áramót þá er svo afsökund aldrei mikið farin þá er ekki hægt að koma og segja heyrðu við erum nú bara að vinna innan þess ramma sem að okkur var skammtaður á hinn bóginn höfum við síðan hluta af stjórnarandstöðinni sem fer algjörlega á sama hátt upp á háa séð og eiginlega yfirspólar alltaf viðbröðin og þegar að formaður sjálfstæðisflokksins hún er slegin yfir því að forseti þingsins muldri einhver skammarirði sem að festast á filmu. Er maður þá ekki aðeins svo mikil tilfinning að vera? Þetta veldur bara miklu róti í sálarlífinu. Mér finnst, þetta minnir mig dálítið mikið á, þetta minnir mig á stjórnarandstöðuna við ríkisstjórnina 2017 til 21 þegar að við vorum með svona samfylkingu Loga Einarssonar og Helgu Völu þar sem að bara allt sem að ríkisstjórnin gerði voru bara landráð og svik og efstastirslýsingar orð. Það fór ekkert voðalega vel. Þannig að Kristrún tónaði það niður þegar hún tók við samfélkingunni. Klárlega með talsvert góðum árangri. Þannig að ég myndi í sporum forystu fólks sjálfstæðarflokksins alveg íhuga það að fara ekki alltaf í efstastigslýsingar orðið strax. Vertu með einhvern stígandi allavega í þessu. Ég reyndar ég bæði sammálaður og ósammálaður. Fyrir að fyrsta þá held ég að hvernig Forstin hagaði sér ég held að það hefur verið skammalegt. Þetta er nú ekki einamálið heldur. Nei, en hún hefur áðumist stjórn á skapið sínu bæði inn í þinginu og göngunum og reynda með hann var ráðherra náttúrulega gerist það líka þá er bara spurningin er hún hæf til þess að vera forseti vegna þess að eitt af því fáa sem að forseti þarf að hafa er einmitt bara jafnaðargeð það geta
sko þola alla þá vitleysu sem að vellur þarna upp alla daga. Þannig að Birgir Ármannsson þarf alltaf að vera fórstjóri Alþingis. Já, í raun og veru. En þannig að því mátti finna vegna þess að ef forseti á að geta stilt til friðar þá getur hann ekki talað svona til hluta þingheims. En ég held eins og að það sé rétt í að Guðrún Hafsteinsdóttir, hún átti ekki að vera skipt að segja þessu. Hún sem formaður flokksins átti bara að ignorera þetta og segja bara, heyrðu, ég hafin yfir þessa þvælu. Hún hérna með formað þingflokks. Hann átti að taka á. Það hans hlutur, algjörlega. Þannig að ég held bæði sem sagt bara gafga stofnunni Alþingi hefði það verið rétt en líka gafga þetta með tinni svona breiðari stöðu. Já, og líka en þá gerir það, þá kemur þú og vekur upp þessar spurningar býtu forsetanum í rauninni sko treystandi einmitt til þess að vera fórseti allra og landa málum og þar fram til götunum frekar heldur að fara að láta þetta sko snúast um afsökunarbeiðnir og form þeirra og annað slíkt. Hérna, er það ekki er það ekki það sem að lærdómur dagsins að menn vilja ekki vera vók og hvað meira vók heldur en að heimta afsökunarbeiðnir í tíma og tíma? Já, miðflokksmennirnir sögðu það, við erum ekki slaufunarflokkur, við ætlum ekki að láta þetta trufla okkur. Já, nákvæmlega, ég meina, enda bara hefur miðflokkurinn bara alfarið á móti því að sé vera hljóðrita fólk einhvern daginn. Því á meðvituðu, sko. Hvað þá hermaðu upp á? Já. Það er að því að ég er með tvo... Mér lága aðeins að bæta við hérna, sko. Ég fyrir bara fram á meðan. Já, bara fá þér snittur. Varðandi, sko, þetta með áróðstöðuna og hvernig menn eru að beita sér og það allt. Þetta snýr svolítið að Alþingi og hvernig áttar að láta það fungera sem stofnun sem er að reyna að vera svolítið, sko, hæversk hérna í eðli sínu og menn eru með þetta forma að menn ávarpa ekki hverjir aðra í þingsalunum heldur forseta til þess að vera með ákveðin stuðpúða, til þess að komast hjá því að þarna sé allt bara logandi alla daga, menn geti komið aftur daginn eftir. En við erum að horfa upp á það að sko ríkisstjórnin með alla sína spunameistara, hún er afskaplega upptekin við, sko, eða hefur verið, við þetta með að bara það hafa allt verið í kalda kóli og þau þurfi bara endalaust að vera að laga hlutina og taka til. En, það er góð. En ekkert að sko eyða orðum á það að fjárhagsstaða ríkissjóðs kunni að hafa verið eilítið spennt út af einu og öðru sem til bar. Eins og segjum hérna heimsfaraldri, eins og segjum að það þurfti bara að flytja Grindavík. Sko við getum tekið hérna fleiri dæmi inn sem að voru svona búsifjar sem að reyndust fyrir ríkisstjórn mjög sko erfiðara mörguleiti. Vill þú til að það á að redda Grindavík með bakreikningi? Hérna, hvernig svo sem það fer? Sjáum til. En sko að þetta allt hérna látið við ekki frá og ekkert minnst orð á það. Já. Þannig að ég veit ekki alveg sko ef Guð forði að það gerist einhver hryllingur enn, það komi ný plága eða eitthvað. Að sko hvernig ætlaði þá að bregðast við. En það sem ég held að sé þó enn svona athyglisverðara í þessu að það er búið að vera að ganga núna heilt ár þessu sögutráðurum hvað þau tekið erfiðu búi og sérstaklega ganga sjálfstæðarflokknum. Hvað hérna að það sé fólk sem bara get ekki einhvern veginn feysa það að vera ekki lengur við völd og reyndir að horfir í þingflokk sjálfstæðarflokksins, mér sýnist nú að fæst að því fólki sé eitthvað sko mjög upptekið að því, kannski þvert á móti, en fyrir þá sem eru með völdin, hvað getur lengi talað um það að aðrir séu uppteknir að vera ekki með völd? Sko? Ég upplifði nú stóran hluta af sjálfstæðisflokknum og þá fannst þeim eiginlega ekkert hræðilegra heldur en að þurfa að vera í ríkisstjórn svona undir rest. Með ykkur? með okkur og voru svona eiginlega sáu það bara í einhverjum hillingum hvað það er nú gott að geta verið hérna tær og hugmyndafræðilega tær og hreinn í stjórnarandstöðu. Þannig að já, ég er svo sem sammála þessu. En þetta er þessi sko líka efstu lýsingarorða pólitík sem að það er ekkit bundið við stjórnarandstöðuna. Það er ríkisstjórninni líka í þessu. Og við sáum það eru gerðir hér sko fiskveiðisamningar makrílsamningar sem að eru sko kynntir til sögunar sem bara sko sögulegir einstakir, stórkostlegir og sögulegir
þó ekki sögulegri eða einstakari og merkilegri en svo að það þurfti ekki að sinna svona samráðskyldu við nefndir þingsins og þar fram eftir götunum. Eða bara bera það undir þingið. Já, og reynast síðan vera, já, ekki alveg sá happadráttur sem að kynnt var í Er það ekki bara að geta klúður? Sko, ég hygg, það sem gerðist var náttúrulega það að þessi ríkisstjórn tók þá ákvörðun að færa svona samningagerð undan fagráðuneytinu, undan sjávarútvegsráðuneytinu til utanríkisráðuneytisins og þá ertu bara að skilja ansi mikið eftir af bara svona tæknilegu know-howi sko, í einhverjum vegna þess að það er bara ég held það bara að utanríkisráðuneytið eins og það er samansett í dag, það veit bara ekkert mikið slor það veit ekkert svona nitty-gritty detail í sjávarútvegi af því að það súrnaði náttúrulega svona gríðarlega sambandið sem sagt, út af slagnum veiðigjöldin að þá er síðan líka tekin svo ákvörðun að hætta að vera með fulltrúa samtaka sjávarútvegsfyrirtækja í samninganefndinni sem og fara í staðinn bara með það í einhver samráð, þá ertu bara að vinna einhverja pólitíska slægi heima á meðan að fjandinn hafið að vettum að vera með United Front sko gagvart mótherjum. Það ertu ekki að stefna sko að setja fram aðliðið, það er eiginlega vandinn og ég er ekki að segja að SFS eigi endilega að vera við sjálft samningaborðið en að það sé minnst almennilegt samráð að þeir spurðir, þú veist, hvernig myndi þetta fara eða eitthvað? Nei, erlendu kollegar SFS eru við samningaborðið líka. Ég meina, norsku hagsmunasamtökin og þau bresku og færeyingarnir og þar fram til göttunum. Svo sá ég nú... Ég heyrði ekki bara Þorgerður Katrín enn einu sinni að refsa sjávarútvegina fyrir að hafa ekki veitt sér vinnu hér árið. Sko, ég veit ekki til það, en síðan finnst mér þessi sögur... Jú, svaraði nú. Já. Ég var spurður að ég gerð hvort að Þorgerður Katrín væri Svavar Gesson, að sem MSF. Já. Nú, hér drögum við mörkin og Nei. Ok, ég skal svara þessu fyrir þig. Sko, ég held að Svavar Gesson alveg bursið frá hvað mann kann að hafa fundist ICES-samningin sem hann gerði og allt það, að þá hafi þessi athugasemd sem hann kom með, hún var óþolandi kæruleysisleg og ég held að þegar sagði hann að nefndi ekki hafa þetta hangut yfir höfðun ég held að það hafi bara út af fyrir sig verið allt og kæruleysisleg. Ég held að í sama svolítið við utanríkisráðherra núna að þetta er einhvern veginn sumir segja þetta sem hluti af ESB-vegferð, þú veist, ef menn að Ég skildi nú reyndar ekki þá útleggingu formanns Sjálfstæðisflokksins að það sem er náttúrulega í grunninn að gerast þarna er það að við hættum, við rauninni förum úr ESB-blokkinni í þessu máli að því að við höfðum verið í ESB-liðinu á móti hinnum meintu vinnum okkar í Noregi og Bretlandi og Rússavinnunum í Færeyjum. Þannig að ég náði aldrei sko samhenginu í þeirri kenningu. Það er rauninni frekar að maður hefði geta sko séð fyrir sér að þetta hafi verið sko einhver svona vanhugsað hefndarspark eftir málblettiskvotana eða einhvað slíkt í garð ESB. Mér sýnist reyndar að Þorgerður Katrín sé svona fann að vera minn og minni ESB sinni þessa síðustu daga kemur semst í ljós að í grunninn er hún náttúrulega bara gamall sjálfstæðismaður og elskar NATO meira heldur en allt annað og við gerum það öll, eða ekki? Við gerum það öll. Þið gerum það ansi mörg og þannig að ég náði ég náði ekki samhenginu í því hvernig þetta ætti að vera leið til þess að lokka okkur inn í ESB nema þá að samsæriskenningin gangi út á það að allt sem saboteri sjávarútvegin leið okkur einhvern veginn til Brussel. Við þurfum að halda áfram með þetta allt saman. Ég ætla að fá að að því að við sækjum alltaf skoðunarmiða eða endurskoðunarmiða og vinnum okkar í frumherja. Þessi leikþáttur fjármálaráðherra og áhrifavaldsins Kamilu Rutar helgina, sáu þið það ekki? Jú. Ég veit að þið eru nú mikið á samfélagsmiðlum báðið. Öllum stundum. Þannig að
til að útskýra í fljótu bræði fyrir hlustum fara mjög hrætt við sögu, ég ætla ekki að spýra alla þennan bút, það væri gaman að sjá hluta á honum, að þá var þannig að Kamilla Rut sem er vissulega mjög vinsal á samfélagsmiðlum, hún tekur einhvers konar æðiskast á TikTok eða Instagram í síðustu viku yfir því bara hvernig ástandið einhvern veginn svona almennt bara og í kjölfari boðið á fund það er handritið að þessu að hún boðið á fund hjá Daða Má klukkan 2 daginn eftir fyrir og hittir hann að vísum með 2 myndavélar með sér til að ná sikkur engulun sem ég segja. Var það Kamilla sem var myndavélarnar eða ráðherrann? Ég vænti þess að Kamilla hafa nú mætt með þær. Væntanlega, og sminkuna mögulega líka. Já. Var ráðherra ekki með neina myndavélar? Og þá fer af stað þetta samtal, ef við ekki sjá bútaðsstrókar, Búlis Media, þeir eru með okkur að pródúsera þetta með okkur. Þeir eru við þessu. Að því að ég var í frekjukasti á samfélagsmiðlum daginn. Fór að velta þessu fyrir mér varðandi þessa ofgreiddu skatta. Já. Sem er örugglega mál sem þú ert búin að vera mikið að standa í þessu. Ég reyna að leiðrétta ákveðin misskilning, já. Já, algjörlega, en bara by all means, ekki láta mig stoppa þig. Allt mjög vel gert. Útskýrðu þetta svolítið fyrir mér eins og ég sé 5 ára. Þú borgar skatta, þú skila skattframtali. Ok, við ætlum ekki að fara að útskýra skatta fyrir hlustundum eins og 7-5 ára, en hvað segir þið? Er þetta ekki, er það að setja endurskoðun á þetta eða? Mér finnst þetta bara fínt. Eða kannski er þetta bara verið með leikþáttur, þannig að hann fær bara skoðun. Já, ég held að, ég meina, sko, Daði, er ekkert að reyna að vera annað en það sem hann er. Hann er að reyna að koma ársinni einhvern veginn yfir borð eftir að fengja áskorun, ef ekki árás á félagsmönnum. Lukkast það ekki bara vel? Ég ætla ekki að halda því fram að hann hafi verið alltaf að við var réttu tréðalna, en ég er hann ekki bara að semja sig að því umhverfið sem að stjórnmálamenn er að lifa við í dag, ég veit það ekki. Já, kannski. Jú, ég var líka bara ánægður með að sjá að hann er með þarna glæsilegt málverk eftir Guðmundur Andrés dóttur þarna á veggnum. Það kemur frá hana. Bara mjög skemmtilegt. Nei, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega kannski vandi stjórnmálamanna í dag. Hann þorir ekki að mæta í spursmál. Þorir ekki að mæta í spursmál, það sem hann þarf að lenda í varginu Stefánu Einari vin okkar. Það er að segja að hann vill ekki fá of erfiða spurningar. Ég hins vegar þekki það. Ég hitt hann reglulega eftir ríkisstjórnarfundi og hann er sá ráðherra sem er opnastur fyrir því að taka við spurningum hvað sem er, hvernig sem er. Þannig að ég get ekki gagnrýnt þegar verið það. En hann kannski reiknaði þannig út að þegar ég er að tala við Andrés eða Andri á Morgunblaðinu að þá er ég að ná til einhvers hóps í samfélaginu sem að les ennþá dagblöð. Er ég að ná til þess hóps sem ég kannski þarf að ná í fyrir næstu kosningar eða hvað? Hvar næði ég það? Næði ég það á TikTok eða annar staðar? Já. Ég reyndi að hlustaði síðan á allt myndbandið og það má vera mjög bráðgert 5 ára barn sem að hefði skilið þessa útlistun á því hvernig endurgreiðslureglum skattsins væri fólkið og áfram hefur heimil til þess að kæra til yfirskattanemndar og þetta þurfa öll börn að vita. Já, en allavegna, Steinunn Kamilla var allavegna henni var létt við þetta saman. Menn skilja Daða Má kannski ekki alveg fullkomlega fyrir menn vita hvert er áhugamál hans. Hann er í vinninu þarna að fást við ríkisfjármálinu og allt þetta og hann er náttúrulega hagfræðingur, hann er auðlindahagfræðingur, þannig að í störfum sínum að þá vitum við cirka hvar við höfum hann, en það er ekki fyrir við vitið hvert áhugamálinu í frístundum er sem að þið alveg getið skilja. Viljum við vita það? Hann er að fara að upplýsa okkur það hvort sem við ráðum viljum við ekki. Starffræði. Já. Hann hefur starffræði og grafíska framsendingu á föllum að áhugamáli. Ok. Já. Þannig að þú veist, bara hann er þar og ég ætla ekki að og Guð bless hann bara, þú veist, hann bara helgar sig sínu og allt gott um það. Já. Ok, þá er það bara þannig. Ég ætla að fara hrætt yfir sögu í málefni borgarinnar. Við sáum það að... Ákveður, það var frábær skemmtatrý. Dóra Björt, hún er gengið til þessu samfélkinguna, gengið úr Pírötum, boðaði til blaðamannafundar. Nei, hún boðaði ekki til blaðamannafundar. Nei, fyrir ekki, það var Reykjavík borg sem boðaði til blaðamannafundar. Ég var Bergþóra Guðbjörnsdóttir. Já, upplýsingafulltrúi borgarinnar. Sem að boðaði fjölmiðla þess að ræða það hvernig staðan væri í
meirihlutassamstarfinu. Og Messenger hjá mér sprakk af fólki sem að spurði er þetta fallin? Hvaða bomba er hér í... Ég veit að það eru margir sem heldur það vantilega að það væri verið að skipta borgarstjóra. Já, við fengum alls konar meldingar um það að bara þú veist að því að Heiða það náttúrulega fengið umulega skoðan okkur annars sko maður og mann hefur séð að Sanna væri á leiðin að búa til nýtt framboð að þá ætti núna bara þú veist að setja allan peningin á Sönnu. Það var því Vafki var einhvern veginn að reyna saman með henni og hún í borgarstjóri, hún gæti bara ekki klúrað þessu svo mikið sko hérna á 5 mánuðum og hérna og bleið sko. Allt þetta var í gangi og síðan mætir hinn 4. stétt niður í Ráðhús áður en hann sérstaklega blaðamannahund sem hefur boðað til. Það þú veist, RÚV og það Heimildin og það Viðamokkanum og einhverju fleiri hérna og bara skúffan lagnir á gólf hjá öllum bara þú veist, voru við boðuð hingað til hvers? Við vitum það náttúrulega að ekkert finnst blaðamönnum verra heldur en að þurfa að dröslast frá skrifborðinu sínu og Facebook og hérna fara actually út og mæta og tala við einhverja fyrir okkur landsbyggðarpressuna í hátíðismáum það þetta bara svolítið mál þetta hérna Dóra félagi minn úr meirihlutanum svona nánast kynnti framboðið þó ekki, þannig að þetta myndi mig á það þegar Ólafur Ragnar Grímsson hélt blaðamannafund þar sem að hann tilkynnti að mjög fljótlega væri von á niðurstöðu varðandi mögulegt áframhaldandi framboð hans þannig að hérna við bara megum búast við bara öðrum blaðamannafundi þegar að sjálf tilkynningin kemur. En sko það sem ég fannst nú fyndnast í þessu var það að þarna stamaður þessu út í sér einhvern veginn að þarna hefur gert bara þau sko ótrúlegu tíðindi að hún hafi ákveðið að ganga til liðs í samfélkinguna innan við mánuð eftir að hún var að verða formaður Pírata. Eftir reyndir að hafa lesið ræður Vilmundar Gylfasonar og sko nákvæmlega að hérna vísar hún til þess að hún hafi alltaf verið svona sósíaldemókrati inn við beinið að því að hún hafi víða komið þar á milli Noregs og maður bara hvert þetta fara og þá hérna kemur í ljós að hún rekur þetta til Vilmundar Gylfasonar því ég nú ekki viss sem í grunna hafi verið látin áður en hún fætti sko en gott og vel hérna það að lesa ræðirnar og svo það Jóhanna og alls konar fólk nefndi sögnar sem að einhverjir meirháttar áhrifalda bara eins og þau byrja ábyrgð á þessu öllu og ég veit ekki hvernig þeim líður með það sjáum til en hún virðist ekki geta hætt og hún bara talar hinga og þanga og eitthvað en loksins fá blaðamennir að spyrja einhverja spurninga og ein þeirra spurningar en segðu okkur Dóra Björt hvernig líður þínum fyrrum félögum í Píratu með þetta og hún svarar þeir studdu mig bara ok þeir pöntuðu bílinn nei hérna já þetta var þó allavega ekki yfirpródúseraður hérna blaðamannafundur sem að við bara á þessum spuna tímum hljótum að fagna heldur bara mjög frá hjartanum. Já, en sko það er punktur. Þarna voru sko held ég 4 fjölmiðlar og þá komu 4 spurningar og síðan þegar svo síðasta var búinn sko að þá kom bara þögn, löng þögn. Þannig að Heiða bara þoldi ekki við lengur og bara takk fyrir komuna. Já, ef ekki bara segja þetta gott. Já. Svo er Sanna Matarina, hún er búin að boða sérframboð, hún býður sér fram undir merkjum vors til vinstri þannig að það er hérna það er eitthvað Já. Hvað ætla Vafki að gera með það? Sko haldið þið að þið sé að fara að fá einhverja sko framboðs yfirlýsingu frá mér í einhverju hérna einhverju hægri kalla táfílu hlaðvarpi það verður bara blaðamannafundur í Hörpu og hérna ég held að það væri bara forseta fyrir að hún kemur þið verður bara að bíða eftir einhverju slíku sko þá þurfum bara að byrja það getur núna þá þurfum bara að byrja þáttur bara nýtt káttum við hinn að rauðinflöskuna Nei, ég meina það er alveg Hvað ætlar þú að gera sjálf? Þú er borgarfulltrúi Já, einmitt hérna Já, sko, veist þú hvað Sanna er að meina með þessu? Hún segir, ég er ekki að ganga á sólstaflokknum, ég er að búa til framboðs ég er að búa til nýjan einhvern veginn erlista í kringum sig að ég kalla vinstra fólk til úr hinum þessum flokkum til sameilis framboðs eða hvað? Það og svo sem eftir að koma í ljós, ég meina við
sjáum það, ég meina það eru talsarörumbyltingar hjá Pírötum sem að voru, ég voru að leggja sig niður í Kópavogi í næstasta sveitarfélagin, þar sem þeir hafa haft bara mjög frambærilegan fulltrúa sem hefur rauninni bara svona Segi það nú ekki. hefur bara leitt stjórnarandstöðuna í Kópavogi á Svo sem hún er. þessu kjörtímabili. Já, það er punktur. Það er allavega nóg umdeilt. Þannig að sko, ég myndi nú á það líka að hafandi verið lengi í pólitíkinni á þessum tíma árið 1993 í aðdraganda borgarstjórnarkosninga 1994 þá voru meir og minna allir aðildaflokkar R-listans búnir að lýsa því yfir eigin framboði og búin að slá af allar hugmyndir það að það yrði farið eitthvað sameiginlega fram. Það ákvarðanir var svo hægt að endurskoða þegar að aðstæður breyttust og þær gátu breyst bara mjög hratt. Mér finnst þetta að vera fljótfærni hjá þessum flokkum sem að eru að búin að vera að taka ákvarðanir og kynna einhver leiðtogaprófkjör og þar fram til götunum. Við höfum séð það að kosningar á Íslandi, kosningabaráttan er alltaf að styttast. Við erum búin að sjá þingkosningar ítrekkað boða til með mjög skömmum fyrirvara, þannig að það verið að velta sér mikið upp úr því í desember hvernig einhverjar kosningar Ég heyri bara að þú vilt byggja spennu fyrir vorið. Já, ég meina við erum þegar búin að auðvelda framkvæmd kosningasjónvarpsins með því að hætta Eurovision. er bara mjög þægilegt og mun hjálpa mjög við skipulag á kosningavökum og öðru slíku og þá tökum við bara allir skrefin. En segjum reitt, sko, þessi pólitík í borginni, að ef við horfum á skoðanakannanir, að þá sjáum við að Hildi Björnsdóttir hefur vaxið ásmegin svona innan Sjálfstæðisflokksins, þráttur að það hafi sko lítið gerst þar og við vitum ekkert hvers konar lista hún mun bjóða fram þegar það kemur. Við erum að horfum upp á að það voru meirihlutaskipti í borginni. Það virðist ekki hafa nein áhrif á þá flokka sem að voru í kryddbíðunum, sko, að það hefur ekki treyfst hjá ykkur og það hefur ekki treyfst hjá flokki fólksins nema bara niður á við. Við erum heldur mjögast upp á við en í stórum dráttum er þetta búið að vera það er nánast innan vikmarka. Og kosturinn við það að vera svona lítill eins og við erum er að allar smá fæslur eru prósentulega svo miklar. Til hamingju með það. Takk fyrir það. En sko, hið eina sem við höfum sig í raun og verið séð gerast er það að Samfylkingin er að standa sig býsna vel, þrátt verið það að fulltrúarinnar séu ekki að hnika miklu, sem manni finnst, eða mér finnst það mjög benda til þess að þau séu að njóta geislabauksins af Kristrúnu Frostadóttur í þessum könnunum. En mun það gerast ef Heiða Björg býður bara fram og í staðin fyrir Hjálmar og þá gerð svo veigamikla breyting að Dóra Björk kemur inn eða eitthvað svoleiðis? Ég meina við vitum það að sveitarstjórnarkosningar á Íslandi, sérstaklega í Reykjavík, hafa meira og meira farið í þetta form sem við þekkjum erlendis. Þar sem að sveitarstjórnarkosningar er að miklu leyti vinsældamæling á sitjandi ríkisstjórn. Áður var sem sagt við höfum þá stöð að það gæti verið kannski talsvert öðruvísi mynstur í sveitarstjórnarmálum heldur það er ekkert sjálfgefið en nei, ég meina við höfum verið meira að fara í hitt horfið og sjálfsér hefur þannig verið lengi. Það er dálítið merkilegt ef maður rifjar það upp þegar Halldór Ásgrímsson segir af sér sem hættir sem formaður Framsóknarflokksins og víkur sem forsætisráðherra, þá er það vegna lélegrar útkomu í sveitarstjórnarkosningum. Þannig að menn hafa svo sem lengi lítið svo á að fylgi
flokka á sveitarstjórnarstígi sé mælikvarði á vinsældir flokksforystunar. Þannig að það þyrfti ekki að koma á óvart hér. Sagði þið af sér á Þingvöllum sumar 2006 eftir kosningarnar? Mjög dramatískt, sko. Maðurinn sem afrekaði það að lækka Hvannadalshnjúk og skildi það eftir sem helstu pólitísku arfleið. Þannig að þetta óundarlegur pínlítur kaltæðni fólkin í því að ég meina meirihlut fulltrúar samfylkingarinnar í borginni hafa nú ekkert þeir hafa ekkert alveg gengið í takt við sko flokksforystuna á landsvísu þannig að þannig svona væri þó pínlítið ironíst ef að þeir myndu síðan bara uppskera vegna vinsælda formannsins. En þú ert örugglega aðeins skygnari á það sem að gerast þarna á vinsturvagnum heldur en ég. Heiða í vondum málum í sínu flokki eða bara munum, sko maður heyrir sögur það að flokksforystan sé að leita öðrum kandidat en hann liggur ekkert á lausu og... Sko mér finnst, sko í fyrsta lagi þið náttúrulega að setja mig í frekar erfiða stöðu. Ég er bara fulltrúi í meirihluta í Reykjavík og mér finnst alltaf líka rosalega sjoppulegt þegar maður fyrir þegar að menn eru í miklum vangaveltum pólitíska innviði í öðrum flokkum. En það sem að... Ef við gerum þessu flösku á Mósakinni þetta, ertu þá til að... Þá þyrfti ég að telja það fram undir hagsmunaskráningunni og vefnum og það er tómt við þessi. En ég meina... Er þetta ekki undir 5.000 kall? Jú, ég held það. Það sem að ég ætla nú samt að tiltaka í þessu er að það er mjög erfið staða að þegar þú ætlar að fara í kosningar sem ríkjandi meirihlutaflokkur. Ég meina samfylkingin er með borgarstjóra embættið. Þá ferðu inn í kosningar og kýsta að leggja áherslu á það sem hafi verið gert og þú vilt þá væntanlega halda því fram að þú sett að skila góðu búi eða blómlegu sveitarfélagi og það er mjög erfitt að gera það að halda því narratífi á sama tíma og þú segir síðan svo oddvitinn okkar ómögulegur og það verður að skipta honum út. Þetta minnir mig helst á það þegar að sko, einmitt að því að við vorum áðan að tala kosningarna 1994 þegar að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að verjast sko, aðför R-listans og ákveður síðan korteri fyrir kosningar að það þurfi þá að setja samt sem áður af borgarstjóran. Markus Örn er settur til hliðar og ákveða sú tilraun hafi bara ekki virkað og Árni Sigfússon verður svona 100 daga borgarstjóri í kosningabaráttu. Það er rosalega erfitt að fara sem meirihlutaflokkur inn í kosningar en segja síðan líka okkar gamli borgarstjóri var þó ekki betri en svo að við treystum okkur ekki til þess að fara með hann inn í þær kosningar. Þannig ég held að reynslan frá 1994 gerir það að verkum að Heiða verði oddviti samfylkingarinnar, hún verður bara standa sér vel. Okay. En að þið erum að velta fyrir okkur og fenguð í þáttinu auðvitað til að þú getur opinbera þína pólitísku framtíð sem við vorum eftir en kannski bara setna Þú hættir ekki að valda okkur vonbrigðum. Ég bara stattur í sjónvarpsmarkanum með einhverju product placementi út allt sko. Ég meina, hver hefur ekki lent í því að vanta snittu? Ég vil fá alla helstu fjölmiðla til þess að reka framan í mig mikrofónin og helst borgarstjóra og flokksformannin og þannig þið fáið engar yfirlýsingar upp mér hérna. Össur Skarphéðinsson, hann var nú að spáði að þú værir næsti formaður VFG, Svandís Svavarsdóttir, hún er bara tryggja hann að hætta. Já, en þú sagði þetta væri, hvað sagði, kostdauðans? Þetta pólitískur kostdauðans. Ég meina, Össur Skarphéðinsson svar íslenskra stjórnmála við Pele í alheimsknattspyrnunni. Allir spádómar Pele það að Afríkuþjóðir heimsmeistari fyrir aldamót og þar hann eftir götunum snerust upp í andhverfum sína. Þannig að hafi ég borið með mér
stórkostlegan pólitískan metnað að þá drap gamli skólabróður foreldra minna það bara endanlega með þessu Facebook-rantið sínu. Hvenær var hún hleypt aftur á Facebook á kvöldin? Breyttist það bara þegar að... Það ekkert mjög langt síðan það gerðist. Nei. Ég held að frú Árný þurfi að grípa aftur í tauman. Doktor Árný. Já, Doktor Árný. Nei, ég hitti þau hjónum daginn, hún lét nú bara ágætla af þessu öllu. Já, þetta það sjáum hvað gerist í því. Ég talandi vörur og kynningar, sko, ég ætla aðeins að fara í mál sem að við höfum alltaf verið með fyrirtæki í vikunum með Keldunni og það svo sem ekki mikið að gerast í viðskiptalífinu þessa dagana, það að koma jól og allt þetta en auðvitað þú veist, Síminn að kaupa opin kerfi og Alcoa er að stefna Eimskip og alls konar hlutir í gangi. En þegar ég kíkti til þér daginn, þá voru menn að velta fyrir sér spurningu sem að margir búin að velta fyrir sér í langan tíma og enginn hefur svo sem geta svara almennilega. En ég var að vona að þið getur kannski komið með innleggi þá umræðu. Þá mikilvæga umræðu. Og hún er það hvort að Die Hard sé jólamynd eða ekki. Er þetta spurning? Það er bara margir sem velta sér fyrir sér. Mér finnst það bara að blasa við að Die Hard er jólamynd. Fyrir að fyrsta þurfum ekki annað en að horfa bara á vinsældirinnar sem jólamyndar. Já. Þess að bara það er það, sko. En það er ekki hvað fjallar Die Hard. Já, hún fjallar endurlaust manns og baráttu við þið illa. Já. Ég þarf ekki að ræða það frekar. Já, Die Hard er jólamynd. Og hún er góð jólamynd. Já. Hvað segir þú það og þessa útskýringu, hvað skemmtir þessar? Nei, ég meina, þetta rammar þetta svo sem alveg bara príðilega inn það að eitthvað gerist já, ég meina það eru einhverja jólaskreitingar við eigum engar jólamyndir Íslendingar Guð sé lof ég meina ekki bara íking út eina jólamyndin sko en Er þetta kallið til íslenskri jólamynd? Já, ég hef sérstaklega hún svona ofbeldisfull og felur í sér sko sprengingar og niður yfir á húsum. Þetta er kannski tapa það ekki verið nú að vera að rífa að mokka höllina sko. Já. Þá hefði til dæmis einhver naskur kvikmyndagerðarmaður geta notað tækifærið en með mig að skrifa eftir loftræðsstokkunum þar? Já, ég rekna með því einhver miklaðu húsasótt kannski en Og þú verður þá hans grúpur? Já, ég er til að taka eitt fyrir liðið sko Já, þetta Þannig að þið segir báður já? Já Við fellum okkur alveg við það sko Ok Herri, svo setti ég ykkur fyrir eitt verkefni Já Fyrir þáttinn Það var að ég baði ykkur að því við erum alltaf uppbyggilegt hlaðvarp Við erum lífstíls hlaðvarp Við erum uppbyggilegt hlaðvarp Við greinum hluti og við svona kunnum að meta hluti Ég baði ykkur að finna ykkur til að rósa Ef við varum að fara að gefa einhverjum góða ekkoskó hverju myndu við rósa og gefa skó fyrir árið ekki bara fyrir vikuna, þetta fyrir árið Já, ok, ég misketi bónuna, Steffi, þú fyrst En ég býttu nú við og var ekki þrengri kategóría ég meina, get ekki farið að rósa einhverjum samherjum með eitthvað svona, það verið eitthvað sem kemur pílt á óvart eða? Jú, einhvern sem vantar skó helst Einhvern sem vantar skó? Hver er Magnús Berfættur sinna kynslóðar Einu sinni var það sem þú Davíð mástu Já, hann vantaði að vera bókstaflega eitt skó sko. Já, hann reddaði því Já Björn Leví konardagstökunum þannig Jú, það er það sko sem að er svona sem að er sko Björn Leví sem að sko er á öllu samfélagsmiðlum sko, hann er komin mjög í svona wise old man gýrin sko sem svona gamli pólitíski ráðgjafinn sko hann á einhver 40 ár eftir sem Össur sko Ég ætla að segja, er það reyna að verða Össur? Nei, en það er náttúrulega margir sem að ég verð til dæmis að segja að bara að mínum gamla vinnustað
þar sáum við á eftir Kolbrúnu Áslaugar Já. Björnsdóttur inn á þing þar sem að eftir að hún hafði nú verið svona býsna jaðarsett í borgarmálunum og svona, dálítið mikið upp á kant við aðra á vinnustæðnum. En ákaflega dugleg. Þá bara rennur hún inn á þing og í meirihluta og virðist bara vera að pluma sig bara nokkuð vel í sínum nefndum og hver veit, kannski verið mennta og bandamálar. Ég meina, eigum ekki að segja það að ég man ekki eftir einu einasta uppþoti Flokks fólksins tengd og hafa þau verið nokkur sem það sem að Kolbrún hefur verið einhver miðpunktur, þannig Nei. Ég meina bara Það er hóttilega rosa henni. það er stollunar, já, hún og Lilja Rafney sem að tók afskaplega óvænta kúvendingu þegar sem að hún bara svissaði úr vakki yfir í Flokk fólksins og fekk bara að semja sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar í málefnum smábátaútgerðar og bara hæst ánægð á Suðri. Sem Ég skil það vel. smábátaútgerðarmaður, þá er það kannski skiljanlegt, en ég minni þó að annar smábátaútgerðarmaður, Sigurður Þórðarson, lagði nú sitt lóð á þær voðaskála líka. Já, en hann lett ekkit hún lett ekkit í neinu klandri eða Nei, hann tók sviðið. Hann tók algjörlega sviðið í Já, veistu að, Stefán Pálsson, ég veit að þú trúir ekki, en ég er svona að fylgja þinni pólitísku leiðsögn í þessu. Já. Að ég ætla líka að veita mitt hrós til Flokks fólksins, eða þar að segja eins þingmanns hans og það er Inga Sæland, vegna þess að ég sá á félagsmiðlum í dag að hún postaði eða flokkurinn postaði mynd af henni þar sem að sagði, kæru vinir, til hamingju, jólabónusinn verður borgaður út í dag og þetta er óskamfélasta stönd sem ég séð í íslenska pólitíka minnskosti, það sem að ráður bara bókstaflega að segja komið og sækið ykkur nefa til mín, kæru vinir, brauð og leikar, hvað viljið þið? Nei, þetta er þekkt sko. Auk þess sem að ég minna á það að Inga Sæland hana hefur vantað skó Já, heldur við. Nike skó reyndar, en stundum þurfum ekki að Já. ekko skó er góður Já. og ég veit að þeir eru jafnvel enn betri í þau verkefni sem hún er að taka sér fyrir hendur. Já, það er alveg rétt. Er þið að fara að setja gott? Að ykkur að hleypa ykkur aftur inn í helgina? Við erum svona við að klára úr þessum rauðinsklusum. Já. Það er ekki komið niður fram á stilkynninga þá. Nei, við getum alveg tekið 2 tíma viðbútið, við erum nóg að ræða, sjáum hvernig það endar. Ég hef aldrei sest niður með Andrési í upptökum, þá hefur hann reyndar yfirleitt sko verið stjórnandi fyrir minna heldur en einhverja 2 tíma sko. Hann reyndi það í dag líka. Ekki neitt. Hann reyndi svona aðeins taka völdin. Já. Þannig að ég ætla að þakka fyrir komuna og bara við gáðum að fá okkur báðið þátt og ég segi bara gleðileg jól. Já, Það er að koma jól. Gleðileg jól. Þetta er síðast þátturinn mynd fyrir jól, þannig að gleðileg jól, nótið vel. Þið sem hlustuðu og þið sem horfðuð, gleðileg jól.